Það eru aðeins tvö öfl í heiminum, sköpunarkrafturinn og eyðileggingarkrafturinn. Þessi tilvitnun mun setja tóninn fyrir ferðalag okkar inn í ósýnilega stríðið í kringum okkur. Núna gætirðu fundið fyrir því að þú sért að berjast ósýnilegri baráttu. Kannski stendur þú frammi fyrir andlegum krafti sem þú getur ekki útskýrt, stöðug þyngsli sem virðast þrýsta á líf þitt. Ef þú hefur einhvern tíma velt því fyrir þér hvers vegna sumir hlutir virðast beita þér óþreytandi þrýstingi, þá er ástæða fyrir því. Biblían opinberar að illar vættir óttast ákveðin vers sem eru ekki bara venjuleg orðasambönd, heldur geyma guðdómlegan kraft sem hristir undirstöður illskunnar. Hver eru þessi vers? Þessi 3 vers eru ekki bara skáldskapur, þau eru vopnin sem þagga niður í myrkrinu, og þegar þú skilur þýðingu þeirra munt þú sjá hvers vegna illar vættir skjálfa. Í lok þessa myndbands munt þú ekki aðeins þekkja þessi vers, heldur mun ég einnig sýna þér nákvæmlega hvernig á að nota þau í lífi þínu til að reka burt ótta, efa og öll ill öfl sem standa gegn þér. Vertu með mér, því að lokum ætlum við að deila raunverulegu dæmi hvernig þessi vers hafa verið notuð til að algjörlega afnema andlegar árásir. Dæmi sem gæti breytt öllu sjónarhorni þínu á baráttuna sem þú stendur frammi fyrir. Ertu tilbúin að berjast með þeim orðum sem himinninn hefur gefið þér? Við skulum dýfa okkur í þetta. Inngangur að andlegum hernaði. Biblían talar skýrt þennan andlega hernað. Í síðara Korinthubréfi 10:4 segir: því að vopnin sem við berjumst með eru ekki jarnesk, heldur máttug vopn Guðs til að brjóta niður vígi. Við skulum staldra við andartak og íhuga þetta. Við erum í bardaga, en vopn okkar eru ekki líkamleg. Þú getur ekki barist við þunglindi með hnefunum. Þú getur ekki rekið kvíða út úr heimili þínu eins og þú myndir gera með þjóf. Þessi barátta er raunveruleg, en hún á sér stað á andlegu stigi með vopnum sem koma frá Guði einum. Ímyndaðu þér manneskju sem glímir við ótta. Kannski er það þú. Ótti getur gripið hjarta þitt, látið hugsanir þína þjóta og frist getur þína til að halda lífinu áfram. Þér líður eins og ósýnileg hönd, kreistir þéttar og þéttar, og sama hversu mikið þú reynir, þá losnar það ekki við óttan. Ímyndaðu þér nú einhvern annan sem glímir við þunglindi. Þyngdu niður af þungu skýi svo hann kemst varla fram úr rúminu. Kannski er það kvíði sem heldur einhverjum vakandi á nóttunni, starandi upp í loftið á meðan hugurinn þýtur í gegnum endalausar hvað ef spurningar. Þetta eru víggirðingar sem óvinurinn byggir, virki sem eru hönnuð til að halda okkur föstum, vonlausum og blindum fyrir krafti Guðs. En góðu fréttirnar eru þær að hægt er að rífa þessi vígi niður, ekki með okkar eigin styrk, heldur með andlegum vopnum sem Guð hefur séð okkur fyrir. Rétt eins og hermaður er búinn herklæðum til bardaga, þá fáum við líka verkfæri til að berjast. Þessi vopn, eins og versi segir, eru máttug fyrir tilstilli Guðs. Þau eiga ekki rætur í mannlegum gæðum eða viljastyrk, heldur í guðdómlegu valdi. Andlega baráttan sem við stöndum frammi fyrir er sameiginleg okkur öllum. Óvinurinn kann að nota mismunandi aðferðir, ótta, þunglindi, fíkn, en vígvöllurinn er alltaf í huganum og sálinni. Og hér koma góðu fréttirnar. Rétt eins og óvinurinn byggir þessa ósýnilega veggi til að fella okkur, hefur Guð gefið okkur leiðir til að rífa þá niður. Ekki með líkamlegum styrk, heldur með hans krafti. Hugsaðu það svona. Þú myndir ekki reyna að berjast gegn skógareldum með garðslöngu. Á sama hátt getur ekki barist gegn andlegri kúgun með mannlegum lausnum. Þú þarft eitthvað miklu stærra og það er það sem Guð hefur gefið okkur. Á þeim stundum þegar þú upplifir ótta, kvíða eða aðra andlega baráttu sem yfirþyrmandi, mundu að þú þarft ekki að takast á við hana einn. Guð hefur girt þig vopnum sem geta eyðilagt þessi vígi. Næsta skref er að vita hvað þessi vopn eru og hvernig á að nota þau. En hér er lykilatriði í bili. Baráttan sem við stöndum frammi fyrir
er andleg og sigurinn kemur þegar við berjumst með vopnunum sem Guð hefur gefið okkur. Þessi barátta kann að vera ósýnileg en hún er mjög raunveruleg og krafturinn til að sigrast á henni er alveg jafn raunverulegur. Þegar við höldum áfram mun ég sýna þér nákvæmlega hvernig þessi guðdómlegu vopn virka og hvaða sérstök vers úr Biblíunni er hægt að nota sem vörn, sókn og til sigurs í þessu ósýnilega stríði. Vers 1. Kraftur í nafni Jesú. Það er nafn sem hristir undirstöður himins og jarðar, nafnið Jesú. Filippibréfið 2:10 segir okkur að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu. Hugsuðu það andartak. Sérhvert kné, sérhver máttur, sérhver kraftur sem er til staðar í andlegum og efnislegum heimi verður að lúta yfirvaldi þessa nafns. Þetta er ekki bara titill eða merki. Það er yfirlýsing endanlega sigur Jesú yfir öllum öflum sem standa gegn Guði. Ímynduðu ykkur að vera í réttasal þar sem dómarinn hefur andlegt vald. Þegar hann hefur kveðið upp úrskurð sinn getur enginn staðið gegn honum. Hamarinn fellur og ákvörðunin er endanleg. Nafnið Jesús ber slíkt vald í enn dýpri skilningi. Í þessu tilfelli nær það yfir allt á himni og jörðu. Djöflarnir vita þetta, en þess vegna segir Jakobsbréfið 2:19: Þú trúir að Guð sé einn, þú gjörir vel, en illu andarnir trúa þér líka og skelfast. Nafn Jesú er ekki aðeins þekkt á himnum, það vekur ótta á jörðinni þar sem Satan hefur vígi sitt. Eftir fall Adams sjáum við í gegnum Guðspjöllin Jesú reka út illa anda með einu orði. Í Markúsar Guðspjalli 58 til dæmis hittir hann mann sem er haldinn mörgum illamöndum. Allt sem Jesús segir er: farðu út af manninum, þú óhreini andi. Og þegar í stað flýr hersveit illra anda. Það er kraftur nafns hans. Það er ekki bara að illu andarnir þekki hann, þeir eru hræddir við vald hans. Jesús þarf ekki að hrópa, semja eða berjast. Skipun hans ein og sér er nóg til að reka þá á flótta. Nú kemur það ótrúlega. Þetta vald í nafni Jesú er ekki bara honum einum ætlað. Hann hefur gefið okkur sem fylgjendum sínum þetta vald. Þegar við tjáum nafn Jesú í trú erum við að lýsa yfir sama sigri yfir myrkrinu og hann boðaði í jarneskri þjónustu sinni. Það snýst ekki að segja nafnið eins og töfra orð, heldur að ákalla vald sem kemur frá því að trúa á hver Jesús er og það sem hann hefur þegar áorkað á krossinum. Ímyndaðu þér hermann sem fær aðgangað öflugu vopni. Þetta vopn virkar aðeins ef hermaðurinn trúir á mátt þess og notar það rétt. Á sama hátt er nafn Jesú andlegt vopn sem okkur hefur verið gefið til að berjast gegn ótta, kúgun og árásum óvinarins. En það verður að nota það í trú. Þegar þú nefnir nafn hans, þá ert þú ekki bara að segja orð, heldur lýsir þú yfir fyrir öflum myrkursins að þau séu sigruð, að Jesús ríkir æðstur og að þau hafi ekkert vald yfir þér. Nafn Jesú færir ljósinn í myrkustu aðstæður. Þegar þú finnur fyrir yfirþyrmandi kvíða, þegar ótti reynir að ná tökum á hjarta þínu, þegar óvinurinn hvíslar legum í huga þinn, þá skaltu tala nafn Jesú. Það er ekki bara áminning fyrir þig, það er skipun sem óvinurinn getur ekki hunsað. Hann skelfur undan þessu nafni, vegna þess að það minnir hann á ósigur hans. Í hvert skipti sem þú biður í nafni Jesú, þá ákallar þú vald þess sem hefur þegar sigrað dauða og helvíti. Svo á þeim stundum þegar þér finnst þú vera uppi á móti öflum sem þú hefur ekki stjórn á, mundu að þú ber nafnið sem allir illu andarnir óttast. Bittu til hans af trausti, vitandi að nafn Jesú er sigur þinn. Næst þegar þú finnur fyrir kúgun eða yfirþyrmandi tilfinningum, nefndu nafn hans djarflega og horfðu á andlegu kraftana í kringum þig lúta í lægra haldi.
Baráttan kann að virðast hörð, en úrslitin eru þegar ráðin og nafn Jesú tryggir sigurinn. Vers 2. Vald trúarinnar. Ímyndaðu þér að ganga þéttan skó, umkringdan hættum, höggorma sem skríða í kjarrinu, sportreka sem fela sig í skuggunum. En þrátt fyrir þessar ógnir gengur þú á sjálfstrausti, því þér hefur verið gefið vald til að stíga á þá óttalaust. Þetta er svo tegund valds sem Jesú talar í Lúkas 10:19 þegar hann segir: Ég hef gefið yður vald að stíga á höggorma og sportreka og yfir öllu óvinarins veldi. Alls ekkert mun yður mein gjöra. Þetta vers fjallar ekki bara bókstaflega höggorma og sportreka. Það er öflugt tákn vald sem Kristur gefur okkur yfir óvininum, yfir Satan, illum öndum og öllum andlegum öflum myrkursins. Jesús er að segja okkur að sem fylgjendur hans erum við ekki varnarlausir í þessari andlegu baráttu. Okkur hefur verið gefið vald, raunverulegt vald, til að traðka vélabrögð óvinarins undir fótum okkar. Hvaðan kemur þetta vald? Í Mattheus 28:18 lýsti Jesús yfir: Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Hann er æðsta vald, ríkir yfir öllum krókum sköpunarverksins, hvort sem það er í efnisheiminum eða andlega heiminum. Og hér er ótrúlegur sannleikur. Sem trúaðir deilum við þessu valdi. Þegar þú gengur með Kristi, þá gengur þú ekki í þínum eigin styrk eða valdi, heldur í hans. Hugsaðu það andartak. Jesús sem hefur sigrað syndina, dauðan og Satan sjálfan, hefur gefið þér kraftinn til að sigrast á öflum myrkursins. Þetta er ekki bara fjarlægt loforð fyrir lærisveina hans fyrir 2000 árum. Þetta er veruleiki fyrir alla trúaða í dag. Valdið sem Kristur gefur er ætlað þér að nota í daglegu lífi þínu, í baráttu þinni gegn ótta, freistingum, andlegri kúgun og öllum brögðum sem óvinurinn gæti hrundið að þér. Það er eins og að fá lykla að ríki. Ímyndaðu þér konung sem gefur þér vald til að starfa fyrir hans hönd, til að ríkja yfir ákveðnu landsvæði með allan þunga valdsins á bakvið þig. Þú myndir ekki hika við að nota þetta vald, því þú veist að það kemur frá konungnum sjálfum. Á sama hátt höfum við fengið lykla af ríki Krists. Við berjumst ekki gegn óvininum með eigin styrk, við berjumst með þeim krafti sem Jesús hefur gefið okkur. Þetta þýðir að þegar þú stendur frammi fyrir andlegri baráttu, hvort sem það er að berjast við hugsanir eins og efa, ótta eða freistingu, getur þau staðið staðfastur í valdi Krists. Þú þarft ekki að óttast árásir óvinarins, því þér hefur verið gefið vald yfir honum. Þegar þú talar í nafni Jesú, þegar þú skipar andlegu myrkri að flýja, gerir þú það með því valdi sem kemur beint frá konungi konungana. Lykilatriðið hér er að starfa í trú. Valdið er okkar, en það krefst þess að við stígum fram af hugrekki og treystum því að kraftur Guðs muni standa undir loforðum hans. Það snýst ekki að við séum sterk eða fullkomin, það snýst að reiða okkur á styrk og sigur Krists. Mundu að vald þitt er ekki eitthvað sem þú hefur áunnið þér, það er eitthvað sem Jesús hefur gefið þér frjálslega, vegna þess að þú tilheyrir honum. Þegar þú gengur í gegnum lífið, mundu að þú ert ekki máttlaus. Þú hefur verið búinn guðdómlegu valdi til að tróða yfir öll brögð óvinarins. Þegar ótti rís upp, freisting dynur yfir, andlegt andrúmsloft í kringum þig þjakar þig, stattu þá uppréttur, ákalla nafn Jesú. Skipaðu myrkrinu að flýja og treystu á þann kraft sem þér hefur verið gefin. Þú ert ekki bara áhorfandi í þessu andlegu baráttu. Þú ert hermaður búinn valdi Krists sjálfs. Gakktu í þeim krafti í dag, vitandi að ekkert illt getur staðið gegn því valdi sem Jesús hefur falið þér. Óvinurinn kann að reyna að ráðast á þig, en með valdi Krists getur þú kramið áfram hans undir fótum, rétt eins og höggormum og sportryggum er tróðið niður í þessum tákgræna skógi.
Vers 3. Orð Guðs, ritningin. Ímyndaðu þér að þú sért í óbyggðum, einmanna og varnarlaus, umkringdur endalausu hrjóstrugu landi. Þú ert líkamlega úrvinda og þá kemur óvinurinn, alveg eins og hann gerði með Jesú. Satan birtist ekki með sýnilegum her, heldur með legum, freistingum og hálf sannleika, í vonum að koma þér á óvart á veikustu stundu. Hvernig bregst þú á móti? Svarið er að finna á sama hátt og Jesús barðist á móti, í gegnum orð Guðs. Í Mattheus 4:4 lýsir Jesús yfir: Ritað er, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orðið sem framgengur á Guðs munni. Þegar Satan kom til að freista hans og bauð upp á falska huggun líkamlegra þarfa, þá deildi Jesú ekki, samdi ekki eða félli í örvæntingu. Hann vitnaði einfaldlega í ritningarnar. 2 einföld orð, ritað er, voru nóg til að stöðva óvininn. Jesús sýndi okkur að orð Guðs er miklu meira en bara safn fornra rita, lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði, eins og segir í Hebreabréfinu 4:12. Það ristir í gegnum blekkingar, afhjúpar legar og sigrar freistingar. Sérhvert orð sem Guð talar er eins og vopn í höndum þér, tilbúið til að verja þig í hörðustu bardögum lífsins. Við skulum íhuga freistinguna sem Jesús stóð frammi fyrir í eyðimörkinni. Eftir að hafa fastað í 40 daga var hann líkamlega veikburða og Satan vissi það. Satan nálgaðist hann með freistingu sem virtist sanngjörn. Breyttu þessum steinum í brauð. Jesús var jú svangur, en það er hér sem legar Satans eru svo hættulegar. Það virðast oft rökréttar, jafnvel aðlaðandi við fyrstu sýn. En Jesús féll ekki fyrir því. Í staðinn svaraði hann með sannleikanum sem er að finna í orði Guðs og vitnaði í 5. Mósebók 8:3. Maðurinn lifir eigi á einu saman brauði. Á þeirri stundu sýndi Jesú fram á að það er eitthvað meira en líkamleg næring. Orð Guðs, það nærir sál okkar, styrkir anda okkar og gefur okkur visku og kraft til að standast vélabrögð óvinarins. Sérhver freisting sem Satan kom með var mætt með ritningunni, því Jesú vissi að æðsta vald býr í orði Guðs. Sama hversu samfærandi orð Satans kann að hafa hljómað, þá jafnastu ekki við eilífan sannleika ritningarinnar. Hér er hagnýta niðurstáðan. Þegar við stöndum frammi fyrir legum, freistingum eða andlegum árásum, þá er orð Guðs fyrsta og besta vörn okkar. Það er ekki nóg að vita bara Biblíuna. Við þurfum að hafa djúpa þekkingu. Við þurfum að hafa hana svo rótgróna í hjörtum okkar og huga að þegar óvinurinn kemur með legar sínar, getum við strax brugðist við þeim með sannleikanum. Hugsaðu orð Guðs eins og sverð. Sverð er aðeins áhrifaríkt ef hermaðurinn veit hvernig á að nota það. Á sama hátt verður ritningin öflug í höndum okkar þegar við höfum hana tilbúna til notkunar, þegar við höfum lært hana utanbókar og þegar við tölum hana í trú. Þegar þú stendur frammi fyrir ótta, kjarkleysi eða freistingu, er það að vitna í ritninguna eins og á sveifla sverði í bardaga. Það skeri gegnum legarnar og myrkrið hefur engan annan kost en að hörfa. Kannski ert þú að berjast í kvíða og óvinurinn hvíslar að þú munt aldrei finna frið. Þú getur svarað með Filippíbréfinu 4:7 og friður Guðs sem er æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. Eða kannski finnst þér eins og þú hafir engan styrk og Satan nærir þig með legum vanmátt. Þú getur svarað því með Filippíbréfinu 4:13. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gjörir. Sérhvert orð Guðs er vopn. Það er lifandi, kröftugt og áhrifaríkt til að sigra óvininn. En rétt eins og hvert vopn, þá er það aðeins áhrifaríkt ef við vitum hvernig á að beita því. Þess vegna er nauðsynlegt að leggja ritningastaði á minnið og halda þeim nálægt hjörtum okkar. Þegar þú leggur vers á minnið, þá býrðu þig undir bardaga.
Þú berð þetta sverð með þér hvers sem þú ferð. Svo næst þegar þú lendir í andlegri baráttu, hvort sem það er ótti, freisting eða efi, gríptu til sverðsins. Talaðu orð Guðs. Láttu það vera vörn þína og sókn. Mundu að eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Láttu orð hans leiða þig, styrkja þig og veita þér sigurinn sem þegar hefur verið unnin fyrir tilstilli Krists. Hvernig á að nota þessi vers í daglegu lífi? Verum raunsæ. Í lífinu upplifum við stöðuga baráttu. Stundum er hún augljós eins og líkamleg veikindi eða streituvaldandi aðstæður, en svo er það barátta sem er óséð, sem glímt er við í huga okkar, hjörtum og sálum. Ótti, kvíði, freistingar, kúgun. Þetta eru ósýnilegir óvinir sem við stöndum frammi fyrir á hverjum degi. En hér eru góðu fréttirnar. Guð hefur ekki skilið okkur eftir ein til að berjast þessari baráttu. Hann hefur gefið okkur verkfæri sem við þurfum, andleg vopn sem geta sigrað öfl myrkursins, og þessi vopn koma beint úr orði hans. En áður en við köfum ofan í hvernig á að nota þau, þá er dýpra mál sem oft er ósagt. Oft eru andlegir erfiðleikar okkar tengdir ójátuðum syndum. Við sjáum þetta samband í þjónustu Jesú. Í Mattheus 9, 5 og 6, þegar Jesús læknar lamaðan mann, spyr hann: hvort er auðveldar að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar, eða statt upp og gakk? Jesús var að gera það ljóst að líkamleg lækning og andleg lækning fara oft hönd í hönd. Stundum eru erfiðleikar okkar, hvort sem það eru veikindi, ótti eða andleg kúgun, einkenni dýpri andlegra vandamóla. Kannski eru við með annan fótinn enn fastan í nautnum heimsins og hinn að reyna að ganga með Kristi. Þetta klofna hjarta skilur eftir sprungu fyrir óvininn til að laumast inn. Svo fyrsta skrefið er iðrun. Iðrun er eins og andleg hreinsun. Það er að viðurkenna hvar við höfum farið út af brautinni, játa syndir okkar og snúa aftur til Guðs af öllu hjarta. Án þessa skrefs getur andleg barátta okkar verið eins og við séum föst í endalausri hringrás. En þegar við iðrumst erum við ekki bara að biðja fyrirgefningu, við erum að skapa rými fyrir kraft Guðs til að starfa í lífi okkar og fjarlægja fótfestu sem syndin gefur óvininum. Nú skulum við ræða hvernig á að nota versin sem við höfum lært í daglegu lífi. Ímyndaðu þér að þú gangir í gegnum venjulegan dag, en skyndilega byrjar kvíði að læðast að þér. Kannski er það ótti við framtíðina, eða kannski er það bylgja efasemda sem fær þig til að upplifa yfirþyrmandi tilfinningu. Á þeirri stundu stendur þú ekki bara frammi fyrir andlegri baráttu, heldur andlegri árás. Og hér kemur fyrsta verkfærið inn í myndina, að ákalla nafn Jesú. Nafn Jesú er ekki bara orð sem við segjum, það er yfirlýsing vald. Þegar óttinn þrýstir að okkur, segið þá nafn hans, segið það uppátt. Í nafni Jesú býð ég þessum ótta að hverfa. Munið það sem við ræddum áðan, í nafni Jesú mun hvert kné beygja sig, þar á meðal öfl myrkursins. Fílipibréfið 2, 10 og 11. Þegar þið ákallið nafn hans, minnið þið óvinnin á ósigur hans. Illar vættir skjálfa við nafni Jesú vegna þess að það táknar endanlegan ósigur þeirra. Næsta verkfæri er að skilja valdið sem þér hefur verið trúað fyrir. Jesús sagði í Lúkas 10:19: sjá, ég gefi þér vald til að stíga á höggorma og sportdreka og yfir öllu valdi óvinarins, og ekkert skal yður meiða. Þetta er ekki bara myndlíking. Jesús hefur gefið þér raunverulegt vald yfir andlegum öflum. Þegar efi eða kúgun kemur, getið þið gengið í því valdi sem Kristur hefur gefið ykkur. Talið af sjálfstrausti, ekki í eigin styrk, heldur í hans. Lýstu því yfir að þú hefur máttinn til að sigrast á þessu, ekki vegna þess hver þú ert, heldur vegna þess hver Jesús er. Þetta er það sem það þýðir að ganga í andlegu valdi. Það snýst ekki að þykjast að við höfum öll svörin eða styrkin sjálf.
Það snýst að standa á grunni sigurs Krists. Að lokum skulum við ræða að nota ritninguna sem vopn. Þegar óvinurinn ræðst á með lygum, freistingum eða efasemdum, þarftu ekki að sitja bara að taka við því. Þú hefur orð Guðs og það beittara hverju tvíeggjuðu sverði. Hebreabréfið 4:12. Segjum sem svo að þú standir frammi fyrir freistingu, hvort sem það að falla aftur í gamlan vana, gefast upp í reiði eða snúa þér að einhverju sem þú veist að ekki rétt. Á þeirri stundu vitnaðu í ritningarnar, segðu sannleikann upphátt. Það ritað, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur á Guðs munni. Matteus 4:4. Þegar þú talar orð Guðs, þá notar þú vopn sem óvinurinn getur ekki staðið gegn. Hugsaðu þetta svona: ef þú væri hermaður sem færi í bardaga, myndir þú skilja sverðið þitt eftir? Alls ekki. Á sama hátt verðum við að bera ritningarnar með okkur á hverjum degi og nota þær sem vörn gegn andlegum árásum. Jesaja 54:17 segir: engin vopn sem smíðuð verða móti þér skulu verða sigurvænleg. Þetta loforð Guðs, en það á okkar ábyrgð að beita því loforði eins og sverði. Þegar lygar koma, höggva þær niður með sannleika orðs Guðs. Svo hvernig notar þú þessi vers í daglegu lífi þínu? Gerðu þau að hluta af bæn þinni. Þegar þú vaknar, biðdu í nafni Jesú og biðdu vernd hans og leiðsögn. Þegar þú stendur frammi fyrir áskorun, lýstu yfir valdi þínu í Kristi. Þegar freistingin dynur yfir, vitnaðu í ritningarnar eins og sverð, skerðu í gegnum lygar óvinarins. Og mikilvægt að gera iðrun að reglulegum hluta af andlegu lífi þínu. Haltu hjarta þínu hreinu fyrir Guði, svo að kraftur hans geti streymt frjálslega í gegnum þig. Baráttan raunveruleg, en við höfum líka sigur í Kristi. Þessi andlegu vopn ekki bara hugmyndir, þau hagnýtt verkfæri sem þú getur notað á hverjum degi. Mundu að þú ekki einn að berjast. Guð hefur búið þitt til baráttu og engin vopn sem smíðuð móti þér skulu verða sigurvænleg ef þú stendur staðfastur á loforðum hans. Þú hefur náð hingað, sem þýðir að þér alvara í að stíga inn í sigurinn sem Jesús hefur þegar unnið fyrir þig. Við skulum lýsa því yfir saman. Skrifaðu sigur í Jesú í athugasemd hér að neðan. Við skulum ekki bara tala baráttuna, heldur stöndum staðföst í sigri og hvetjum hvert annað á meðan við göngum í gegnum þetta líf, útbúin og tilbúin fyrir andlega stríðið sem við stöndum frammi fyrir daglega. Áður en þú ferð vil ég hvetja þig til að halda áfram að fylgjast með okkur hér. Hér hefurðu aðgang að miklu efni sem mun búa þig fyrir andlegan hernað, hjálpa þér að kafa dýpra í Biblíuna og gefa þér þau verkfæri sem þú þarft til að sigrast á þeim áskorunum sem við sem trúum stöndum frammi fyrir. Við öll í þessu saman og hvert skref sem við tökum tekið í styrk Krists. Taktu þér nú smá stund til að hugleiða. Hefur þú einhvern tíma fundið fyrir kúgun, freistingu eða andlegri árás? Kannski hefur ótti, efi eða freisting íþyngt þér og þú hefur velt því fyrir þér hvort þú getur virkilega átt sigur. En nú veistu sannleikann. Þú búinn öflugum andlegum vopnum. Nafni Jesú, valdi Krists og orði Guðs. Þú ekki varnarlaus. Kristur hefur gefið þér allt sem þú þarft til að standa staðfastur, berjast og sigra. Mundu þetta þegar þú heldur áfram. Baráttan þegar unnin. Kristur sigraði öfl myrkursins á krossinum og þess vegna getur þú staðið staðfastur í sigri hans. Hlutverk þitt núna að beita andlegum vopnum sem hann hefur veitt þér. Í hvert skipti sem þú lýsir yfir valdi hans og í hvert skipti sem þú vitnar í orð hans, þá gengur þú í sigri. Þú berst ekki einn. Jesús stendur með þér og kraftur hans meiri en nógur
til að sigrast á hvaða áskorun sem óvinurinn gefur þér. Ljúkum með bæn og biðjum styrk Guðs við göngum saman í þessum sigri. Himneski Faðir, við komum fram fyrir þig í nafni Jesú, þakklátt fyrir það vald sem þú hefur gefið okkur í hans nafni. Við þökkum þér fyrir sigurinn sem Kristur hefur þegar unnið yfir öflum myrkursins. Drottinn, þegar við stöndum frammi fyrir andlegri baráttu á hverjum degi, hjálpaðu okkur að muna að orð þitt vopn okkar, að fyrir Jesú höfum við mátt til að sigrast á öllum illum öflum. Styrktu trú okkar, myndu okkur á að ganga í því valdi sem þú hefur gefið og gefðu okkur frið við stöndum stöðug í sigrinum sem þegar okkar. Þökkum þér fyrir vernd þína, leiðsögn þína og kærleika þinn. Við biðjum í voldugu nafni Jesú. Amen. Farðu nú áfram í trú og sigri, vitandi að þú ert aldrei einn í þessari baráttu. Guð með þér í hverju skrefi.